Góðan daginn, velkomin á kynningu lýðheilsuvísa árið 2021 sem að þessu sinni eru eingöngu á rafrænu formi. Þetta er 7. árið sem lýðheilsuvísar eru birtir en þeir voru fyrst birtir árið 2016. Sú hefð hefur skapast að fara á milli heilbrigðisumdæma með kynningu á lýðheilsuvísum og enda eru þeir ekki síst hugsaðir til að styðja við markvisst lýðheilsustarf í heimabyggð. Og nú er semst komið að heilbrigðisumdæmi Vestfjarða og að því tilefni verður Gylfi Ólafsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða með innlegg hérna á eftir. Auk Gylfa munu taka til máls Alma D. Möller landlæknir, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri á lýðheilsusviði, Sigríður Haralds Elínardóttir, sviðsstjóri á heilbrigðisupplýsingasviði embættisins. Ég heiti Gía og ég er verkefnastjóri heilsueflandi samfélags hérna hjá embættinu og mun stýra þessum fundi. En þá ætla ég að gefa Ölmu orðið. Já, góðan dag og verið velkomin á þennan fund. Lýðheilsuvísar, við ætlum að kynna þá og hvernig þeir eru fengnir og hvernig er hægt að nota þá. Og ég vil byrja á því að þakka mínu góða samstarfsfólki fyrir vinnuna í kringum lýðheilsuvísa en þetta er samstarfsverkefni sviðs heilbrigðisupplýsinga og sviðs lýðheilsu. Nú ég ætla svona að fylgja lýðheilsuvísunum úr hlaði og segja ykkur að þeir eru safn mælikvarða sem að gefa vísbendingar heilsu og líðan þjóðarinnar og áhrifaþætti þeirra. Og þessi mynd, hún sýnir einmitt þessa áhrifaþætti. Og þarna sjáum við með gulum lit, þar eru lifnaðarhættir sem eru þeir þættir sem við sjálf getum haft áhrif á. Og flestir telja jú heilsu og hamingju það eftirsóknarverðasta í lífinu. Það hefur orðið æ ljósara að góður svefn er undirstaða heilsu og vellíðunar og flest þurfum við 7-8 klukkustunda svefn. Þá er mikilvægt að hreyfa sig reglulega, vanda mataræði, forðast áfengi og tóbak, huga að kynheilbrigði og að vera ábyrgur neytandi. Það er afar mikilvægt að hlúa að andlegu heilbrigði og að iðka geðrækt. Þar gildir að vera virkur þátttakandi í lífinu, þora að takast á við nýjar áskoranir og temja sér góð og yfirveguð samskipti. En rannsóknir benda einmitt til að það sem gefur okkur mesta hamingju eru innihaldsrík og góð tengsl við fjölskyldu og vini. Nú aðrir áhrifaþættir eru eins og þarna í rauða litnum. Það eru aðstæður í lífi, leik og starfi og þar má nefna menntun, atvinnu og heilbrigðisþjónustu, svo dæmi sé nefnt, og loks græni liturinn, þar eru félags-, efnahags- og menningarlegar aðstæður sem og umhverfið allt. Það er því ljóst að heilsa er ekki einungis málefni heilbrigðisþjónustu, heldur samfélagsins alls og allra stofnana þess. Og þegar skoðað er áhrif þessara mismunandi þátta á ævilengd, þá má segja að þáttur lifnaðarhátta vegur 40%, heilbrigðisþjónustu 20% og aðrir þættir 40%, svona gróft metið. Nú, eins og framkom í kynningu Gíu að þá er þetta í 7. sinn sem við kynnum lýðheilsuvísa. Það var riðið á vaðið árið 2016 í Reykjavík og þá voru kynntir vísa fyrir höfuðborgarsvæðið, 2017 á Akureyri fyrir Norðurland, 2018 á Egilsstöðum fyrir Austurland, 2019 í Keflavík fyrir Suðurnes og á liðnu ári á Selfossi fyrir Suðurland. Þannig að við reiknum svo með að loka hringnum á komandi ári á Vesturlandi og mjög ánægilegt að hafa Gylfa Ólafsson með okkur frá Vestfjörðum í dag. Nú, það er skoðað, þegar verið er að velja vísana, þá er margir þættir skoðaðir og hafðir til hliðsjónar. Og þarna eru áhrifaþættir heilsu sem fela í sér tækifæri
til heilsueflingar og forvarna og auðvitað styðjumst við vísindi og bestu þekkingu þegar við erum að meta þetta. Þarna eru mikilvægir sjúkdómar sem eru krefjandi fyrir heilbrigðisþjónustu og síðan eru lýðheilsuvísar mjög mikilvægir fyrir stefnur og áætlanir bæði á sviði lýðheilsu og heilbrigðisþjónustu. Og það er mjög ánægjulegt að fylgjast með hvað þeir hafa rutt sér til rúms og hvað þekking á lýðheilsuvísum er orðin almenn og hvað virkilega verið er að horfa til þeirra í stefnumótun og ákvörðun þjónustu. Og það er líka ánægjulegt að þeir gera gagn þegar þeir hvetja til umræðu heim í héraði og leiða til verkefna í sveitarfélögunum sem að efla lýðheilsu í heimabyggð og þar með á landsvísu og þetta mun Gylfi einmitt fara yfir hér á eftir. Nú hér er einn vísir og það er fjöldi COVID-greininga. Að nú þegar við erum vonandi að ná til lands í heimsfaraldri COVID-19 að þá erum við hér með 2 vísa sem tengjast faraldrinum. Á þessari mynd eru fjöldi smita eftir heilbrigðisumdæmum, bláu súlurnar sína fyrstu bylgju og þær gulu samtalsfjölda smita og þar sjáum við að Vestfirðir skera sig úr með flest tilfelli miðað við íbúafjölda og það er okkur auðvitað minnistætt úr fyrstu bylgju en Austfirðir eru með fæst tilfelli. Nú þessi mynd sýnir bólusetningar eftir heilbrigðisumdæmum og við sjáum að það er nokkuð jafnt á komið milli heilbrigðisumdæma. Og ég vil nota þetta tækifæri og hvetja ungt fólk sem nú er að fá boð til að mæta. Nú þessi mynd sýnir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og nú þegar vonandi hillir undir lok faraldurs þurfum við að sameinast það að taka á þeirri vá sem að loftslagsbreytingar eru og hlýnun jarðar. Og það mun að óbreyttu hafa víðtæk áhrif á jörðina, á hagsæld og á heilsu. Þannig að ég hvet alla til að kynna sér markmiðin og til að vinna að þeim og við höfum þær til hliðsjónar í öllu okkar lýðheilsu starfi. Nú heimsmarkmiðunum er ætlað að stuðla að verndun og sjálfbærni jarðar, að því að útrýma fátækt og misrétti og bæta heilsu og vellíðan jarðarbúa. Og við verðum öll að leggja okkar á mörkum, byrja á að líta í eigin barm og skoða hvað hver og einn getur gert til að hlúa að umhverfinu og eigin heilsu. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Alma. Þá ætla næst að taka til máls og kynna vísa sér snúa að lifnaðarháttum og líðan. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri lýðheilsusviðs embættis landlæknis. Takk kærlega fyrir Gía og takk Alma fyrir kynninguna hérna á varpi. Það er verið virkilega ánægjulegt að vinna að lýðheilsuvísum og mig langar einmitt líka að byrja að þakka samstarfsfólki hjá embættinu, þakka Ölmu landlækni fyrir góðan stuðning við þessa vinnu og eins og hún nefndi þá hefur þetta haft áhrif og við viljum líka þakka heilbrigðisráðherra fyrir sem að hefur sýnt og stutt við þessu mikinn áhuga og stutt við þessa vinnu og vísarnir hafa verið notaðir oft þegar áskoranir eru og að skoða hvernig ákveðin umdæmi koma út og já, mig langar að þakka sérstaklega líka samstarfsviðinu okkar, heilbrigðisupplýsingasviði og fólkinu þar og fólkinu á sviði lýðheilsu. Það er virkilega ánægjulegt, þetta er eitt af svona þessum góðu samstarfsverkefnum sem að við erum að vinna að og þetta er alltaf stór dagur í júní þegar við kynnum núna í 7. skipti lýðheilsuvísana. Og eins og hér kemur fram að þá ætla ég að kynna þá vísa sem snúa að lifnaðarhættum og líðan. En fyrst ætla ég aðeins að sýna ykkur hérna hvernig einblöðungarnir líti út. Við gefum út svona einblöðunga, eitt fyrir hvert heilbrigðisumdæmi og hér erum við sýnishornið af einblöðungnum fyrir Vestfirði. Af því að við erum með svona sérstakann fókus, þessi fundur svona til gáður Vestfjörðum. Og eins og þið sjáu þarna, þó þið kannski geti ekki lesið alveg á þetta, þá sést að það er svona aðeins umfjöllun lýðheilsuvísa
hver tilgangur með þeim er. Þarna er regnboginn sem Alma fór yfir áðan og þarna er líka teknir út þeir þættir sem eru helstu styrkleikar fyrir umdæmið og svo helstu áskoranir. Því það er þannig að það er ekkert umdæmi sem kemur best út í öllu eða verst út í öllu. Það eru styrkleikar í öllum umdæmum og ákveðnar áskoranir. Og þessi styrkleikar eru þá þær mælingar sem koma betur út en landsmeðaltalið eða þá aftur áskoranirnar snúa því sem kemur þá ver út og það eru þá tækifæri til þess að huga hvaða aðgerðir hægt er að fara í til þess að bæta þar úr. Nú, hér eru þeir vísar sem að snúa að lifnaðarháttum og líðan. Þetta eru hamingjan, líðan, einmanaleiki, svefn, streita, hreyfing og næring og svo áhættu drykkja, ölvunardrykkja, reykingar og svo nikótínpúðar. Og ég ætla aðeins að fara yfir niðurstöðurnar af þessu, svona hvernig þetta kemur út í heildina og við erum með þegar að við höfum tök á því, þá erum við með samanburð við árinu undan á einblöðungnum sem að verður öllum aðgengilegur á heimasíðu embættisins og þið getur skoðað, getur líka skoðað síðustu ár. Þá kemur líka fram hver gagnalindin er, hvaðan gögnin eru fengin, hver spurningin er og svona nákvæmari upplýsingar mælingarnar. En svona gróft á litið því sem ég er að fara að kynna ykkur, þá koma gögnin yfir fullorðna, flest frá vöktun embætti landlæknis. Við erum með mánaðarlega vöktun sem að Gallup sér fyrir okkur sem að er fyrir 18 ára og eldri á Íslandi og endurspegla þjóðina. Og mælikvarðar sem snúa að ungmennum koma frá rannsóknum og greiningu. Og við þökkum líka þeim kærlega fyrir og samstarfið og að veita okkur aðgang að þeim gögnum. Nú, byrjum á líðaninni. Hamingjan. Hamingjan er svona viðfangsefni sem ég hef verið að rannsaka síðustu 20 ár og alltaf áhugavert að skoða og ég veit það að það er ekkert mikill munur á hamingju milli ára. Það þarf svolítið mikið til. Spurningin er þegar að heildina er litið hversu hamingjusamur ertu. Og þegar við vorum að byrja að mæla þetta, þá var þetta allt upp í 80% sem svaraði þarna á sem skala 1 til 10, frá 8 til 10, sem við erum að skoða þetta hlutfall sem til þess að vera mjög hamingjusöm. Við höfum verið að lækka svolítið á seinustu árum og það er svona trend í því að við séum komin svona nær 60% og þetta er í fyrsta skipti svona milli ára sem við erum að sjá marktæka lækkun milli ára hjá okkur. Þannig að það voru 60,7% árið 2019 sem töldu sig mjög hamingjusama en þetta kom í 57,8% árið 2020 og þetta er nokkuð prósent og ef við yfirfærum það á landið allt þá er þetta nokkuð margir einstaklingar. Þannig að auðvitað viljum við sem flestum líði vel og flestir ná að upplifa hamingju. Hamingju snýst ekki það að vera brosandi allan sólarhringinn, heldur í rauninni að ráða vel við áskoranir lífsins og geta tekist á við þær. Og já, kannski eins og við sjáum að þá er ekki mikill munur milli heilbrigðisumdæma og það er nema kannski við sjáum það að það er sérst í flestum umdæmi þá fer þetta niður og við, nema á Austurlandi þá fer þetta upp á við og á Vestfjörðum. Þannig að þar eru svona breytingar í aðra átt heldur en fyrir landsmeðaltalið. Nú, streita er eitthvað sem við fylgjumst með. Við vitum að streita hefur neikvæð áhrif á heilsu okkar og líðan. Það þið sjáu það er aðeins munur þarna milli umdæma. Það eru ákveðin umdæmi sem virðist vera svolítið lægri í streitu heldur en önnur. Við sjáum ekki marktæka mun á streitu fullorðinna milli 2019 og 2020 yfir landið allt. Í flestum heilbrigðisdæmum er hlutfallið lægra árið 2020 en 2019 nema á Suðurlandi þar sem hlutfallið hefur hækkað úr rúmlega 20% í tæp 25%. Þannig að hlutfallið fyrir landið í heild árið 2020 var 24,8%. Þannig að Suðurlandið var lægra en hefur svona náð landsmeðaltalinu. Og við erum kannski aðeins að sjá það að Suðurlandið gæti verið að það hafi verið meira álag þar. Það er svona einhver ákveðnar vísbendingur það þetta síðasta ár og kannski ýmsar getgátur það að við vitum það í þessum faraldri þá hefur verið minna að gera í ferðamanna'iðnaðinum og við vitum það að á Suðurlandi er það stór þáttur. Nú, einmanaleiki er eitthvað sem við byrjuðum að skoða fyrir nokkrum árum síðan. Þar sem við vitum eins og Alma nefndi að það sem skiptir mestum áru fyrir okkar vellíðan eru góð félagsleg tengsl.
og það ef það er skortur á þeim að þá ógnar það okkar líðan. Í mánaðarlegum mælingum okkar hérna hjá embættinu þá höfum við séð nokkra sveiflur yfir árið 2020. Þannig eitthvað sem kom okkur svolítið óvart að var minna einmanaleika einmitt þegar að takmarkanirnar voru sem mestar. Og þær jukust einmitt þegar við opnuðum aftur upp í byrjun sumars 2020, þá var aukning í hlutfall þeirra sem að finna til einmanaleika. Við sjáum árinu undan að það einnig svolítið einhver tilhneiging til þess yfir sumarið að það sé aukning í einmanaleika. Kannski mikilvægt að hafa það í huga núna í byrjun sumars núna að það getur verið að þegar það koma svona meira svona skorður fara úr skorðum svona daglegt líf og við erum ekki eins mikið að hittast svona reglulega í skólum og vinnu, að þá gæti verið einhverju hópar sem að finna frekar fyrir einmanaleika. En þegar við skoðum árin í heild þá sjáum við að það hefur orðið aukning á hlutfalli þeirra sem segjast oft eða mjög oft finna fyrir einmanaleika. Það hlutfall var 10,3% 2019 en 11,7% árið 2020. Það virðist sem þetta hlutfall standi í stað eða aukist í öllum heilbrigðisumdæmum. Það minnkar ekki í neinu. Þannig að við þurfum bara að huga vel að þeim sem að gætu hugsanlega verið félagslega einangraður og reyna að taka þá með í þar sem við getum. Svefnin, eitthvað sem að Alma myndist á, hefur verið mikið til umfjöllunar og við erum að vinna að vitundarvakningu mikilvægi svefns með Reykjavíkurborg, Betri svefn og háskólum og fleiri aðilum heilsugæslunni. Mælingar á svefntíma hafa verið svolítið eins og mælingar einmanaleika, svona nokkuð sveiflur milli mánaða. Þegar við verðum að fylgjast með núna á þessu COVID ári síðasta. Almennt höfum við verið að sjá fækkun í hópi fullorðina sem sofa of lítið en því miður erum við ekki að sjá sömu þróun meðal barna. Svo sjá efri súlurnar eru þarna fullorðnir og neðri börnin. Árið 2019 eru 26,6% fullorðna sem sofa of lítið samanborið við 24,7% árið 2020. Hjá börnum var þetta hlutfall 43,1% árið 2019 og 43,6% árið 2020. Það er ekki mikil hækkun en samt þróun í öfuga átt. Það vekur nokkra athygli að börn á Austurlandi, það eru hæsta hlutfall barna á Austurlandi sem ná nægum svefni. Austurland er eins og við vitum þannig staðsett að það er næst því að vera rétt staðsett með klukkun okkar, varðandi gang sólar, staðsetningu á jörðinni. Nú, þar að auki hefur við upplýsingar heyrt að því að allavega einn stór skóli á þessu svæði hafi seinkað skólabyrjun til klukkan 9 og við hvetjum skólastjóra á öllu landinu til að skoða það sérstaklega fyrir unglingastigið, þar sem að ungmenni geta kannski sjálf komist til skóla og þar sem að þetta virðist geta haft jákvæð áhrif. Í tengslum við þessa vitundarvakningu mikilvægi svefn og í tengslum við ákveðin aðgerðir lýðheilsustefnu Reykvíkinga sem við erum að vinna, þá erum við þessa dagana verið að leita eftir skólum í Reykjavík sem eru til að vera með okkur í rannsókn og meta áhrif þess að seinka skólabyrjun hjá 10. bekkingum til klukkan 9 næsta vetur og við hvetjum áhugasama til að hafa samband og vera með okkur í þessu til að finna leiðir til þess að bæta svefn og auka velja. Og svo hvetjum við einnig skólastjóra á Vestfjörðum til að skoða þetta, þar sem hæst hlutfall unglinga sem sofa á stutt er þar eða 57,2%. Nú þá komið að veljiðan og veljiðan þetta er kvarði, veljiðanakvarði eða velseldarkvarði og þetta eru 7 staðhæfingar sem er tekið afstæða til og það er nokkuð sláandi að sjá þennan mun og hlutfalli þeirra sem skora hæst á þessum velseldarkvarða milli ára. Fyrir landið allt var hlutfalli 18% árið 2019 en var 8,3% árið 2020. Hlutfalli var lægst á Vestfjörðum, aðeins 3,4% ungmenna skora þessi svona hátt og þessi lækkun á sér stað í öllum heilbrigðisumdæmum eins og þið sjáið. Við erum að skoða einungis þá sem skora alveg hæst á skalanum en í nýbirtri grein sem að rannsóknar aðilar á vegum rannsóknargreiningu fengu birta núna í Lancet Psychiatry, þar er verið að vinna með þennan skala þar sem að er verið að skoða meðaltali og þar kemur líka sama mynstur út. Hæsta hlutfall ungmanna sem skora hátt í veljiðan er á Austurlandi 9,7%. Það er samt hefur lækkað líka en það er áhugavert að velta fyrir sig hvort að svefnin hafi einhver áhrif og þar sem við vitum að svefn er mjög mikilvægur fyrir veljiðan. Nú þá komið að góðri andlegri heilsu hjá framhaldsskólanemum.
Hér má sjá hlutfall framhaldsskólanema sem metur andlega heilsuna góða eða mjög góða. Þessi spurning er aðeins öðruvísi heldur en hún er með 5 svarmöguleikum fyrir framhaldsskólana meðan að hér á eftir verið kynnt hérna fyrir fullorðna þar sem aðeins 4, þannig að það getur að vera aðeins öðruvísi. En það eru 45,9% sem meta andlega heilsuna góða eða mjög góða og þarna er líka hlutfalli lægst á Vestfjörðum, 37,7%, en aftur líka hæst á Austurlandi 50,2%. Og við viljum að sjálfsögðu vinna markvisst að því að finna leiðir til þess að hækka þetta hlutfall, að fleiri ungmenni meti andlega heilsu sínu góða eða mjög góða. Þá komið að hreyfingu og næringu. Það eru 12,6% fullorðinna sem stundar litla sem enga miðlungserfiða hreyfingu eða minna en 15 mínútur á viku árið 2020. Þetta hlutfall hefur hækkað síðan 2019 þegar það var 11,3% en þetta hlutfall viljum við hafa sem allra lægst. Við vitum einnig að hreyfing er mjög mikilvæg fyrir bæði andlega og líkamlega vellíðan og því mjög mikilvægt að við finnum og getum skapað þær aðstæður að sem allra flestir geti stundað miðlungserfiða hreyfingu og sem að minnstakosti 3 sinnum í viku og í rauninni bara sem oftast. Nú, hæsta hlutfall er á Suðurnesjunum þar sem 20% nær engri miðlungserfiða erfir hreyfingu á viku en mesta aukningin milli árar á Vestfjörðum sem fer úr 9,7 í 17%. Næst ætlum við að skoða hreyfingu 10. bekkinga en þarna sjáum við 16% 10. bekkinga hreyfa sig í samræmi við ráðleggingar sem eru 60 mínútur eða meira á hverjum degi. Hér er það heilbrigðisumdæmi Vestfirði sem sker svo úr með marktækt lægra hlutfall en undir 5% 10. bekkinga á Vestfjörðum nær að hreyfa sig í takt við opinberar ráðleggingar. Rúmlega, ef við næst skoðum framhaldsskólanemann þá er það rúmlega helmingur framhaldsskólanema eða 53,4% sem segir stunda erfiða hreyfingu þannig að þau mæðist eða svitna 3 sinnum viku eða oftar. Og hér skera Vestfirði sig einnig úr með lægsta hlutfalli 34,6%. Þá ætlum við að skoða grænmeti og ávexti en aðeins 10% fullorðinna sögðust borða ávexti og grænmeti 5 sinnum á dag árið 2020 en 11% sögðust gera slíkt hið sama árið 2019. Við vitum að grænmeti og ávextir er mikilvægur hluti af hollu mataræði. Neysla á þeim minnka líkur á hjarta-æðasjúkdómum, sykursýki af tegund 2 og ýmsum tegundum krabbameina, auk þess að stuðla að heilsusamlegri líkamsþyngd. Og bara minnum á það að ráðlagt er að borða 5 skammta af grænmeti og ávöxtum á dag eða minnst 500 grömm. Hér skera Suðurnes og Vestfirðir sig úr með 5% sem er helmingi lægra heldur en landið í heild. Þá erum við komin að gosdrykkjunum. Það er því miður aukning í daglegri gosdrykkjaneyslu fullorðinna milli ára. Var 21% 2019 er komin í 24% árið 2020. Aukningin á sér stað í öllum umdæmum og hér er bara mikilvægt að minna á það að gosdrykkir eru í rauninni með skattaafslátt á Íslandi. Þau fá afslátt frá venjulegum virðisaukaskatti fara niður í 11% sem er þveröfugt við allar ráðleggingar og ekki í takt við það sem gerist í löndunum í kringum okkur. Ef eitthvað er og það sem ráðleggingar segja til þess að draga úr gosdrykkjaneyslu og auka heilbrigði þá þyrfti að vera auka álögur en ekki afsláttur og álögum á gosdrykki og þetta er virkilega umhugsunarvert, eitthvað sem við höfum reynt að koma á framfæri við stjórnvöld og munum halda áfram að gera. Meðal framhaldsskólanema er 20% framhaldsskólanema sem drekka gosdrykki 4 sinnum í viku eða oftar og við höfum einnig haft upplýsingar það áður að það er mikið gosdrykkjaneyslu meðal grunnskólanema. Nú þá komið að áfengi, tóbaki og nikótínpúðum. Þarna eru þróunin varðandi ölvunardrykkju 10. bekkja. Við erum, eins og við vitum, höfum náð gríðarlega góðum árangri í að draga úr ölvunardrykkju meðal 10. bekkinga og bara grunnskólanema. Þarna erum við með fáa sem að, við erum með bara allstaðar undir 10% sem að var við ölvaður senustu 30 dögum. Það er einhverjar sveiflur þarna milli umdæmanna. Það eru stór vikmörk þarna en þetta eru þýðisrannsókn og greininga þar sem 85% svara þannig við getum sagt með 85% vissu að svona er munurinn. Og við sjáum að það er ekki marktækur munur þarna allar milli 2019 og 2020. En bara mikilvægt að vera á varðbergi og muna hvaða var sem að fekk okkur til, náði
hvað var til þess að við náðum þessu góða árangri að draga úr ölvunardrykkju ungmenna. Það var fyrst og fremst mikið svona samtakamáttur foreldra ásamt því að skoða gögnun og fylgjast vel með og við verðum að vera duglegir með að halda því áfram. Það er rauninni allt samfélagið, allt þorpið, allt sem þarf til þess líka að halda þessu. Gott eftirlit, foreldrar öll, vita hvar börnin eru og ekki leyfa eftirlitslaust partí og sjálfsögðu ekki kaupa áfengi fyrir ungmenni. Nú, þá er það áhættudrykkja fullorðina næst og þarna sjáum við jákvæða þróun. Það hefur orðið svona allavega yfir landi í heild að það hefur fækkun meðal þeirra sem að falla undir það að vera með áhættudrykkju. Þetta eru nokkrir þættir þarna undir. Og í rauninni er það, ef við sjáum þessa, þá er þróunin eins yfir allt landið og öll umdæmin eiginlega, að það er allavega ekki, það er einu stað þarna aðeins smá Suðurlandi pínlítil aukning en annars er þetta hefur dregið úr. Og við höfum einnig skoðað ölvunardrykkju og það hefur séð að það hefur líka dregið, það er önnur spurning, að það hefur dregið úr ölvunardrykkju meðal fullorðina þegar við skoðum 2019 og 2020. Nú, hér eru við einnig með jákvæðar niðurstöður, það eru daglega reykingar fullorðina. Við höfum náð gríðarlega góðum árangri þar á síðustu árum og landið allt er að fara niður á við. Við erum komin bara töluvert undir 10%, við erum komin í 7% og þarna eru líka í öllum umdæmum erum við að sjá jákvæða þróun nema aðeins þegar skoða Austurland og Suðurland sem við færði aðeins upp á við þó að breytingi sé ekki marktæk. En það var náttúrulega einnig í þessar umfjöllum COVID og þá kom fram að reykingar hefðu neikvæð áhrif og þeir sem reykja þeir geta farið verr út úr því að fá sjúkdóminn og vonandi hefur það líka hjálpað til fólki til að taka það ákvörðun að hætta að reykja. Þá er það síðasti vísirinn sem fellur undir lifnaðarhætti, nýr vísir hjá okkur, það eru nikótínpúðaneysla framhaldsskólanema. Þetta er nýtt hjá okkur eða nýr vísir hjá okkur og við sjáum að þetta er töluverð neysla, það eru ansi hátt, það er yfir 20% ungmenna og er engin munur á milli kynja. Þannig að þessi þróun á sér stað með út allt land eins og við sjáum. Vestfirðir skera sig þarna út og eru það er margt fleiri þar, en við erum hins vegar, viljum bara vekja athygli þegar varðandi framhaldsskóla tölurnar fyrir Vestfirði þá eru fáir þátttakendur þar á bakvið, þannig að við setjum smá fyrirvara við svona túlkun á því. En þetta er bara mikilvægt að við höfum í huga að nikótínpúðar eru svona að læðast þarna inn í, þetta virðist vera mjög almennt, margir að nota og við þurfum að brýna fyrir ungmennum að þetta er ekki hættulaust og finna einhverja aðra leiðir en nikótínpúða til þess að hvað sem það er sem þeir leita eftir þarna. Þannig að þetta er einhver áskorun sem við stöndum frammi fyrir að finna leiðir. Okkur tókst það líka með veipinu, það var einhver aukning, við fórum brugðumst við, náðum að draga úr því töluvert, en svo er eins og komið alltaf eitthvað í staðinn og þarna er nikótínpúðarnir sem við þurfum virkilega að huga að og finna leiðir til þess að draga úr notkuninni. En þá þakka ég bara kærlega fyrir og þetta voru niðurstöðurnar fyrir lifnaðarhætti og líðan og þá er komið að henni Sigríður Haraldsdóttir, en yfir til þín. Kæra þakki fyrir þetta, Dóra Guðrún, sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embættinu. Þá eins og Dóra sagði kemur hér næst upp Sigríður Haralds Elínadóttir sem er sviðsstjóri heilbrigðisupplýsinga hjá embætti landlæknis og hún ætlar að kynna vísa sem snúa að samfélagi, heilsu og sjúkdómum. Gjörðu svo vel, Sigríður. Já, góðan dag. Ég segi eins og Dóra, það er alltaf stór dagur þegar við gefum út lýðheilsuvísa og mig langar líka að þakka teyminu sem að stendur að baki því að vinna þessa lýðheilsuvísa sem að samanstendur af starfsfólki á heilbrigðisupplýsingasviði og lýðheilsusviði. Þetta er hörku vinna að undirbúa þetta og gefa vísan út og reikna það alla. Við byrjum til lok janúar en ég held að við flest lítum þannig á að í júní þegar við gefum það út þá getum við fara að hugsa sumarfrí. En núna erum við sem sagt að færa ykkur vísana og erum að vona að þeir hjálpi til við lýðheilsustarf og í heilbrigðisþjónustu
Og svona því við erum nokkuð veginn í hálfleik að það langar mig að minna á það að lýðheilsuvísum er ætlað að auka skilning á málefnum tengdum heilsu í nærumhverfi fólks og hvetji til frekari athugana fremur en vera beinlínis notaðir sem árangus eða framistöðu mælikvarðar. Nú, þær upplýsingar sem lýðheilsuvísar veita þarf að túlka með viðeigandi nærsamfélagi í huga. Og lýðheilsuvísar eða lýðheilsuvísir getur verið hærri eða lægri í einu samfélagi samanborið við annað en það þarf þekkingu á samfélaginu til að túlka. Þetta eru vísarnir sem að tilheyra flokknum samfélag og þeir eru 8 talsins og ég ætla að sýna ykkur 3. Sá fyrsti er íbúa fjölda eða fjölgun eða fækkun íbúa. Og eins og þið sjáið þá eru þarna 5 ára meðaltöl undir og þið sjáið að svona síðustu árin hefur verið talsverð íbúa fjölgun á Íslandi heild sinni. En þið sjáið að þarna á síðasta tímabilinu þá er eitthvað stopp. Og það er náttúrulega fyrst og fremst út á árunum 2020 vegna þess að íbúa fjölgun á Íslandi hefur svolítið drifin af innflytjendum síðustu árin. En þið sjáu, þetta er líka svolítið mismunandi milli heilbrigðisumdæma. Til dæmis var mikil íbúafjölgun á Suðurnesjum og Suðurlandi undanfarin ár og þar hefur dregið úr. Svo eru önnur heilbrigðisumdæmi sem halda áfram að fjölga, eins og til dæmis Vestfirðir og Austurland. Og það er sem sagt bæði krefjandi að fást við mikla íbúafjölgun og fækkun. Ef við tökum annan vísi, sem er hlutfall aldraðra 80 ára eldri af heildar mannfjöldanum. Og við sjáum að þetta kannski hefur ekki trefst ógulega mikið svona síðustu árin, en það segir samt sem ekki alla söguna. Og einmitt út af því sem ég nefndi áðan að fólksfjölgun á Íslandi hefur til drifin af innflutningi og það hefur verið fólk á svona vinnufærum aldri. Og ef við skoðum líka bara hvað þessi fjölgun hefur verið raunverulega mikil á milli heilbrigðisumdæma, þá sjáum við þarna til dæmis á Suðurnesjum sem er tiltölulega lágt hlutfall 80 ára eldri, að þá hefur samt sem áður verið mjög mikil fjölgun í þessum hópi á síðustu 10 árum. Og þið sjáum þarna töluna til hliðar. Það er 170 fleiri á þessum aldri á Suðurnesjum núna heldur en voru fyrir 10 árum. Og þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli því þetta er sá aldurshópur sem þarf mesti heilbrigðisþjónustu og þarna er sjúkdómatíðnin hæst. Þannig að hver einstaklingur skiptir máli í þessu samhengi fyrir samfélögin sem þurfa að sjá þessu fólki fyrir þjónustu. Annar vísir eru fjárhagserfiðleikar. Það er nú einu sinni þannig að þeir sem búa við fjárhagserfiðleika, þeir búa almennt við verri heilsu og lifnaðarhætti. Það vitum við. Og það sem er ánægjulegt við árið 2020 og að segja það, að það hefur marktækt fækkað í þeim hópi sem býr við fjárhagslega örðugleika. Og þetta hefur gerst þrátt fyrir COVID og þetta hefur gerst þrátt fyrir það að margir hafa orðið atvinnulausir eða orðið fyrir skerðingu. Og þarna eru örugglega tvennt sem kemur til, annars vegar það að það hafa verið öflugar mótvægisaðgerðir á Íslandi í heimsfaraldrinum og svo kannski hefur fólk ekki bara þurft eins mikla tekjur. Það hefur verið minna sem hefur bara hreinlega hægt að gera. Þannig að þetta tvennt skiptir máli. Við megum samt ekki gleyma því að það er samt hópur af fólki sem er eitthvað nálægt 13% sýnist mér á myndinni sem að býr við fjárhagsörðugleika. Við megum ekki gleyma því að þessi hópur þarf sérstaklega athygli. Og ef við skoðum myndina áfram, það sjáum við að þrátt fyrir það að marktækt færri á landinu öllu búið við fjárhagsörðugleika, hafi búið við fjárhagsörðugleika í fyrra, þá er þetta samt mismunandi eftir heilbrigðisumdæmum. Það er bara marktæk fækkun á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi sýnist mér. Þannig þetta er eitthvað til þess að hafa í huga fyrir heilbrigðisumdæmin.
Við skulum aðeins horfa á heilsu og sjúkdóma. Þar eru talsvert margir mælikvarðar og við erum að reyna að dekka ýmislegt. Við erum að reyna að dekka bæði líkamlega og andlega heilsu. Við erum að reyna að dekka langvinna sjúkdóma, þess að stóru sjúkdómaflokka. Við erum líka að reyna að taka fram vísa sem að heyra undir forvarnastarf og aðra vísa sem að vísa svolítið heilbrigðisþjónustu og notkun á heilbrigðisþjónustu. Og ef við hugsum vísana sem tengjast sjúkdómum, þá eru lifnaðarhættirnir sem Dóra var að segja ykkur hér áðan, þeir tengjast mörgum sjúkdómum. Og oft tengjast sömu áhrifaþættir mörgum sjúkdómum eins og reykingar tengjast hjartasjúkdóma og krabbameina, hreyfing og mataræði, hjarta- og æðasjúkdóma, ýmsu tegundir krabbameina og sykursýki 2. Og að með að vísarnir sem Dóra var að sýna ykkur eru svolítið að sýna ykkur stöðuna svona hér og nú, þá eru þessir vísar í þessum kafla gjarnan þannig að þeir tengjast hækkandi aldri og lifnaðarháttum síðustu ára og áratuga. Þannig að við erum svolítið með uppsafnaðan tíma í þessum vísum. Og hér tek ég þennan vísi og þetta er líkamlega heilsa, sem sagt hlutfall fullorðinna sem meta líkamlega heilsu ýmist sæmilega eða lélega og við veljum að sýna þennan part af skalanum. Og mér langar að vekja athygli á því að ég sýni þarna tölur alveg frá 2007 en það varð breyting á gagnalindinni 2019. Það kann að hafa áhrif á mismunum milli þeirra 2 ára. En þetta er sem sagt bara svona almennur og vel rannsakaður mælikvarði og hann hefur gott forspárgildi fyrir sjúkdóma og dánatíðni. Þannig að það er mjög gott að horfa á hann. Og við sjáum það þegar á heildina er litið þá hefur fjölgað í hópi þeirra, það er hærra hlutfall fullorðina sem meta líkamlega heilsu sæmilega eða lélega. Og það er sem sagt munur milli 2019 og 2020. Þetta er svo nokkurn veginn sama tilhneigingin í öllum heilbrigðisumdæmunum en hún er marktæk sýnist mér bara á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Norðurlandi. Þannig þetta er eitthvað sem við vildum gjarnan sjá fara í aðra átt en við sjáum að þetta er svona tilhneigingin frá því við byrjum þessar mælingar þó að sé kannski heldur að bætast í núna síðustu árin. Það sama varðandi andlega heilsu, við erum aftur þarna með niðurstöður úr könnunum þar sem fólk er spurt hvernig það meti andlega heilsu sína og við erum að horfa þá sem að meta hana sæmilega eða lélega. Og þarna sjáum við að það er líka stígandi í þessum tölum almennt séð og kannski heldur meiri milli 2019 og 2020 heldur en varðandi líkamlega heilsuna. Og þarna eru 3 heilbrigðisumdæmi þar sem þessi munur er marktækur. Það er sem sagt marktækt fleiri árið 2020 sem að meta líkamlega heilsu sæmilega lélega á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Suðurlandi. Einn vísir í viðbót úr sjúkdómaflokknum. Þarna eru sem sagt blóðsykurslækkandi lyf önnur en insúlín. Og þarna að því við eigum ekki einn gagnagrunn eða góða tölfræði fjölda þeirra sem er sykursýki og við erum að tala sykursýki af tegund 2, þessi áunna sykursýki sem tengist lifnaðarháttum, að þá notum við upplýsingar lyfjaávísanir og það tökum við úr lyfjagagnagrunum okkar. Og við sjáum, og það er náttúrulega heilmikið búið að tala það að til dæmis tíðni offitu sem er svona sterkur áhrifaþáttur fyrir sykursýki hafi verið að aukast og margar vísbendingur það að það séu fleiri með sykursýki 2. Og þá gefa þessa tölur það líka svolítið til kynna. Þarna er margt fleirum ávísað blóðsykurslækkandi lyfjum árið 2020 heldur var árið áður. Og ég sé að þessi munur er marktækur bæði á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi sem að gefur þá vísbendingur tvennt hugsanlega, annars vegar sé hækkandi tíðni á sykursýki 2 og eða á kannski sitt lítið á hvoru að hún sé betur meðhöndluð. Og við vitum það líka úr rannsóknum bæði hér og erlendis frá að það er hluti af vandanum að sykursýki 2 er ekki nægilega vel greind og meðhöndluð. Þannig það er mikilvægt að vinna í því. Flytjum okkur yfir í forvarnirnar og þar
valdi ég að sýna ykkur 3 vísa. Í fyrsta lagi er að sýklalyfjaávísanir til barna undir 5 ára. Sýklalyfjaónæmi er einn stærsta heilbrigðisógn heimsins í dag, samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni, og það hefur verið sýnt fram á sterk tengsl sýklalyfjaónæmis og mikillar sýklalyfjanotkunar. Þannig að maður er svolítið að skjóta sig í fótinn ef maður notar alltaf mikið af sýklalyfjum, og við viljum ekki gera það. Og við sjáum að svona síðustu árin frá 2016-17 þá hefur hafa þessar tölur farið niður og marktækt flest árin fyrir landið í heild og í öllum heilbrigðisumdæmum líka. Bara mjög jákvæð þróun og mikilvæg, en við sjáum líka, og það höfum við kynnt áður, að árið 2020 sker sig mjög úr vegna þess að þá dró ennþá meira úr sýklalyfjanotkun og tengist auðvitað COVID-faraldrinum, samkomin takmörkunum og betri sóttvörnum. Þannig að það var óskandi við gætum haldið í þennan árangur áfram. En þetta hefur samt sem áður, það að draga úr sýklalyfjaávísunum sérstaklega til barna hefur verið á starfsáætlun embættisins í nokkur ár. Skimun fyrir leghálskrabbameini, og leghálskrabbamein er eitt algengasta krabbamein hjá konum á heimsvísu, og það er mjög mikilvægt að við skimum og finnum krabbameini fljótt og komum konum í viðeigandi meðferð. Og það hefur verið umræðan hér í Íslandi í nokkur ár að þátttaka í skimun hefur heldur verið að dragast saman, og við sjáum þá þessum tölum. Við sjáum samt sem áður, svona allra síðustu árin, þá við nokkurn veginn staðið í stað. Það sem er þó kannski jákvætt fyrir árið í heild er það að síðustu ár var þetta COVID-ár og það var takmörkun í heilbrigðisþjónustunni, og líka varðandi skimanir, það var lokað hérna einhver tiltekinn tíma. En samt sem áður er nú þátttökutalan í fyrra ekki lægri heldur en var árun áður, það er jákvætt. En við sjáum líka, og það sem mikilvægt í þessu, það er alveg munur á milli heilbrigðisumdæma, og það eru tækifæri fyrir ákveðin umdæmi að gera betur. Við sjáum að þau eru mismunandi og það eiga allir að geta náð þessum árangri og jafnvel meira árangri, og við erum heldur lægri þátttökutölur heldur en önnur Norðurlönd. Þannig það er einhver að keppa þarna, og við munum að sjálfsögðu áfram halda áfram að fylgjast með þessum tölum og birta. Sama varðandi brjóstakrabbamein, þetta er líka eitt algengasta krabbamein kvenna og nýgengi hefur aukist jafnt og þétt á síðustu áratugum, og það að fara í skimun og taka röntgenmyndir er mikilvægur þáttur í að greina þessi krabbamein, þannig sé hægt að meðhöndla þau. Þannig hefur orðið aðeins jákvæð þróun. Þið sjáu það síðustu 2 árin, bæði 2019 og 2020, hefur heldur svona aukist í, heldur hærri þáttaka, og við sjáum að ef við horfum á heilbrigðisumdæmin, að það er marktækt fleiri konur sem skiluðu sér í skimun á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. Og það er í vissum að fólk í þessum heilbrigðisumdæmum getur kannski rakið það til þess að það hefur sérstakt átak verið sett í þetta. Já, og þessar þátttökutölur á Íslandi eru samt sem áður miklu lægri, eða nokkru lægri heldur við viljum, og við sjáum það í löndum og kringum okkur á Norðurlöndu til dæmis, þá er þetta þátttökuhlutfall mun nær 80%. Þannig að þarna er verk að vinna, og við tökum það með öðrum verkefnum varðandi skimanir sem hafa verið til umræðu síðustu vikur og mánuði. Tölum aðeins með heilbrigðisþjónustuna. Þar valdi ég líka 3 vísaði með minnir, og við vitum að heilsugæslan hefur verið heilmikilli sókn á Íslandi, og það hefur verið markvissar aðgerðir af hendi heilbrigðisyfirvalda og heilsugæsluna til að styrkja heilsugæsluna, og við sjáum það á þessum tölum. Á efri myndinni þá er þetta komur til heilsugæslustöðva reiknað á hvern íbúa, og þið sjáu að þeim hefur fjölgað ár frá ári, þangað til í fyrra, og það var auðvitað bara út af COVID, að það voru takmarkanir því hversu auðvelt var að fara á sjálfa heilsugæslustöðina, og því var auðvitað mætt, eins og við sjáum í neðri myndinni, með því að auka í
möguleika á rafrænum samskiptum og símtölum. Þannig þegar á heildina litið þá er þetta fyrst og fremst kannski breytt þjónustuform og það alveg örugglega hefur ekki verið minna að gera hjá heilsugæslunni heldur en árinu undan þó að þjónustan hafi verið veitt með öðrum hætti. Og þetta er síðasti vísirinn sem ég ætlaði að sýna ykkur. Þarna eru fjöldi koma til sjálfstætt starfandi sérfræðinga ákveðin íbúa og þarna hefur verið ákveðin þróun í gangi eins og við sjáum fyrir landið í heild. Það er svona smá saman að fækka komum per íbúa en það sem er auðvitað og hefur alltaf verið dálítið sláandi við þessa mynd hversu mikill munur er á höfuðborgarsvæðinu og svæðum næst höfuðborgarsvæðinum þar sem aðgengi þess eru þjónustu vest og þeim umdæmum sem eru lengst í burtu. Þið sjáu þarna Vestfirðina og Austurlandið, það eru langfæstar heimsóknir per íbúa. Þannig að þetta er umhugsunarefni líka með framboð á þessari þjónustu. Síðan langar mig að benda ykkur á það að það vísarnir eru náttúrulega og fara allir á vefinn og það er alls konar annað efni þar. Ég vil sérstaklega benda á þetta skjal sem þar er. Þar er fjallað hvernig einasta vísi, hvernig hann er afmarkaður, skilgreiningar alveg út í hörgul, hvaða gögn eru notuð og síðan bara hvers vegna við veljum hann. Og það reynum við að vísa í vísindarannsóknir. Við auðvitað reynum að taka fram þá vísa sem að við vitum að það er vísindaleg þekking á bakvið þeir skipti máli. Og það kemur allt fram þarna. Þannig það er bara mjög mikilvægt að skilja hvers vegna einhverjir lýðheilsuvísar eru settur á blað og eru mikilvægt fyrir okkur að horfa á það. Og hitt sem ég langaði að benda ykkur á vefsíðun okkar líka og þið getið nálgast það af forsíðunni á vef landlæknis er það sem við köllum mælaborð lýðheilsu. Lýðheilsuvísarnir eru gefnir út í þessum einblöðungum fyrir hvert ár og það er mun þægilegra að geta nálgast á með rafrænum og gagnvirkum hætti. Og þetta mælaborð er búið að vera í þróun hjá okkur. Hluti af vísunum er komið þangað með mindri cirka 15. Það eru búið að uppfæra þessa vefsíðu núna þannig þið getið farið þangað inn og þarna getið þið svolítið valið hvaða ár þið eru að skoða, hvort þið eru að skoða karla eða konur, heilbrigðisumdæmin en svo líka sveitafélög og við höfum 9 stærstu sveitafélögin þarna inni, vildum gjarnan hafa fleiri en við erum bara dálítið takmörkuð afgögnum sérstaklega í smæstu heilbrigðisumdæminum eða fámennustu heilbrigðisumdæmin eins og til dæmis Vestfjörðum sem er fámennustu umdæmið að svona kannanagögnin okkar leyfa ekkit mjög mikið niðurbrot. En við höfum reynt svona að koma til móts við fólk eins og við höfum getað. Ég vil endilega benda ykkur á að fara þarna inn og skoða þetta og við munum halda áfram að þróa þetta mælaborð. Og þá held ég bara að segja takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Sigríður Haralds Elínadóttir, sviðsstjóri heilbrigðisupplýsinga hjá embætti landlæknis. Eins og kom fram hérna í upphafi að þá hefur svo hefð skapast að fara á milli heilbrigðisumdæma með kynningu á vísunum og að þessu sinni var komið að Vestfjörðunum og af því tilefni er Gylfi Ólafsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða með okkur og ég ætla að gefa honum núna orðið. Gjörðu svo vel, Gylfi. Já, heil og sæl og verið öll hjartanlega velkomin hérna inn á skrifstofuna mína hér á Torfnesi á Ísafirði. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því hvernig þessir lýðheilsuvísar gagnast í starfi okkar og er nú búin að undirbúa hérna einhverjar smá glærur sem ég ætla að sýna ykkur. Aðeins bara okkur fyrst svo að þið séuð aðeins með á nótunum hver við erum og hvar við erum. Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða nær yfir 5 sveitarfélög. Þetta er ekki sömu umdæmisskipting í heilbrigðisþjónustunni eins og í lögreglunni eða í kjördæmunum eða eitthvað slíkt, heldur er þetta þá Ísafjörður sérstaklega og Patreksfjörður eru sjúkrahúsin okkar 2 og svo erum við hjúkrunarheimili á Bolungarvík og Þingeyri og heilsugæsluþjónustu. Þannig að þetta er svona umdæmið sem að við erum með og er lang fámennast. Við erum eitthvað milli 6 og 7.000 manns hérna, sem er nú bara eins og eitthvað lítið hverfi í Reykjavík.
störf okkar fjallað til dæmis í heilbrigðisstefnu til ársins 2030 þar sem að forstjóra heilbrigðisstofnana á landinu eru sagðir vera umdæmisstjóra heilbrigðismála innan síns umdæmis og við eigum að tala saman, ekki bara innbyrðis heldur líka við sveitarstjórnirnar og alla sem að koma að þessum málum og í nýrri þingsályktun lýðheilsustefnu að þá kveðið á það að heilbrigðisstofnanirnar náttúrulega hafi mjög skýrt hlutverk í lýðheilsustarfi öllu saman. Þessir vísar eins og þeir koma út núna fyrir umdæmið okkar sýna að fullorðna fólkið hjá okkur hraust og haga sér alveg svona þokkalega miðað við svona þær leiðbeiningar og ráðleggingar sem að gefnar hafa verið. Sérstaklega eru fullorðnir mjög hamingjusamir. Þeir verða ekki fyrir jafn mikilli streitu og svo virðast Vestfirðingar vera dálítið duglegir í að taka þátt í skimun fyrir brjóstakrabbameini. En unglingarnir þeir passa síður upp á sig því miður og það eru þarna nokkur dæmi ansi hressilegt frávik frá tölunum á landsvísu meðal unglingarna í 8. til 10. bekk og í framhaldsskólanum og þetta eitthvað sem þarf að skoða sérstaklega og mikið áhyggjuefni. Hún nefndi þarna það var talað aðeins að brjóta tölurnar meira niður á sveitarfélög. Við erum náttúrulega með svo fámenn sveitarfélög að niðurbrotið niður á smærri sveitarfélög innan umdæmisins kannski til lítils en að einhverju leyti líka fámenni umdæmisins í heild að kenna að tölurnar geta flakkað dálítið mikið og öryggisspilin eru dálítið mikil en margar af þessum tölum, sérstaklega hvað varðar unglingana, eru þó svo hressilegar að það þarf eitthvað að grípa í taumana. Aðrar tölur sem að snúa hérna að Vestfjörðunum sem ég svona hnaut að þá það þessi sýklalyfjanotkun sem hefur nú svo sem verið nefnd áður hér í morgun. Við höfum fengið talsvert fleiri COVID-19 greiningar heldur en við annars staðar og það var nú sérstaklega hópsýkingin á Ísafirði og í Bolungarvík sem að drífur það áfram. Og svo það þessar sérfræðingsheimsóknir sem eru verulega færri hér á Vestfjörðum og á Austfjörðum heldur en annars staðar á landinu. Alltaf þetta nú spurning, eða marga af þessum vísum þetta náttúrulega spurning hvað rétta talan, alltaf meira betra eða minna betra. Það var nú nefnt hérna með blóðsykurslækkandi lyf að eftir því sem að einhvers slags á einhverjum tímapunkti verið að vangreina og vanmeðhöndla sjúkdóma en ég held að það sé nú samt alveg augljóst að sérfræðingsheimsóknir Vestfirðinga mættu vera fleiri og aðgengi að þeim betra. Þannig að þetta svona viðvarandi verkefni sem að við fáum eða þurfum að sinna en spurningin hvernig best að standa að því og svo framvegis en vísarnir gefa okkur mjög skýra mynd af stöðunni og auðvelda ákvarðanatöku að talsverðu leyti. Vegna þess að spurningin kannski hvernig á að nota þessa lýðheilsuvísa og þá kannski stutta svarið það að við höfum notað þetta mjög mikið og ég hef notað þetta mjög mikið í mínum störfum alveg frá því að ég byrjaði hérna sem nú að verða 3 ár síðan. Sérstaklega hnaut ég af því að ég nú mikill hjólakall sjálfur, þá hnaut ég að notkun Vestfirðinga á virkum ferðamáta til og frá vinnu meðal fullorðinna, þar að segja þeir sem að hjóla eða ganga 3 sinnum í viku eða oftar, að það hefur verið merkjanlega meira hér á Vestfjörðum heldur en annars staðar á landinu, eins langt aftur og við getum séð. Að einhverju leyti snýst þetta kannski að bæirnir hér eru litlir og þar með hægt að ganga og hjóla stutta vegalengd. Þetta eru yfirleitt svona eyrar í miðjum firði sem eru flatar og ekki mikla brekkur og svo framvegis. En það getur líka verið aðrir þættir sem eru þar að baki. Og ég skrifaði upp úr þessu grein hitt í fyrra að Vestfirðir væru bestir fyrir hjólandi og ættu að vera bestir fyrir hjólandi fólk. Það eru mjög margir flottir stígar og það hefur verið mjög margt unnið í því að efla hjólreiðanotkun og auka hjólreiðanotkun en betur má duga skal og ég lagði fram ýmsar svona tillögur það hvernig hægt var að gera þetta með merkingum og merkingum á stígum og vitundavakningu og ýmsu öðru
og bæjarfulltrúar hafa tekið undir þetta og þetta hefur verið til skoðunar í bæjarkerfinu og það breytingar á skipulagi til dæmis hér á Ísafirði sem hafa verið gerðar og eru í farvatninu munu taka tillit til þessara sjónarmiða. En eins og við sjáum þarna þá eru Vestfirðingar rauða strikið á þessari mynd og þar sem notkun virks ferðamáta er mest. Nú það svo að virki ferðamátinn var tekin út úr lýðheilsuvísunum á 2020. Gögnunum var að vísu safnað en þeir voru ekki birtir í einblöðungnum. En þetta sem sagt svona ritstjórnarstefna eða ritstjórnarferli sem á sér stað að það ekki hægt að birta öll gögnin alltaf allstaðar og þannig að ég fékk bara sérkeyrslu á þessu frá landlæknisembættinu og því var svarað strax og þetta mjög gagnlegar og áhugaverðar upplýsingar. Heilbrigðisstofnunin skrifaði undir fyrir nokkrum árum samningu heilsueflandi samfélag líka og þar hefur verið svona starfað að ýmsum umbótaverkefnum og okkur var það mikill heiður að við vorum þarna fyrsta heilbrigðisstofnun sem var með í sambærilegu verkefni og þau hafa svo fylgt í kjölfarið fleiri og þetta mjög gagnlegt og mjög mikilvægt að heilbrigðisstofnunin fái að vera beinn aðili að þessu samstarfi. Annað dæmi svona hvernig þessum lýðheilsuvísum ritstýrt, bara til þess að sýna kannski að þessir lýðheilsuvísar eru ekki bara gögnin sem eða þessir lýðheilsuvísarnir eru þarna, þessi gögn sem eru birt, en það verið að safna talsvert meira efni bak við tjöldin og þarna eru til dæmis upplýsingar tannheilsu barna sem ég hef haft talsverðan áhuga á í tengslu við tannlæknaþjónustu hér á Vestfjörðum upp á síðkastið og þau gögn sem hafa komið í tengslu við það hafa verið með mjög verðmætt til þess að taka betri ákvarðanir. Svo ég seti þessa lýðheilsuvísa aðeins í stærra samhengi sem mér finnst vera dálítið mikilvægt að það hefur verið mjög mikil framþróun og söfnun á gögnum á ýmsum öðrum sviðum og saman myndar þetta svona heilsteypta mynd sem verður alltaf verðmætari eftir því sem að tíminn líður og sumt af þessu hefur bara komið út einu sinni, sumt af þessu komið í örfá ár, sumt í talsvert lengri tíma, en saman hefur verið unnið að því í heilbrigðiskerfinu allstaðar og í ríkiskerfinu að safna æ meiri gögnum og gera það almennilega og þetta alveg ótrúlega verðmætt til þess að taka til þess að standa sig betur, til þess að við getum staðið okkur betur í okkar vinnu. Og mér langar að nefna sérstaklega þrennt, það eru þjónustukannanir í heilsugæslu, könnun stofnun ársins og nýtt reiknilíkan í heilsugæslu sem tók gildi núna áramótin 2021. En þjónustukannanir í heilsugæslu, þær hafa verið, þær spyrja ýmissa spurninga hvernig viðhorfið var, hvernig gekk að fá tíma, hvernig þjónustan var og svo framvegis og þetta brotið niður ekki bara eftir umdæmum, heldur líka eftir heilsugæslustöðvum og hefur hjálpað okkur að geta borið okkur saman við það hvernig við erum að standa okkur, hvar erum við betri og hvar getum við bætt okkur og þá getum við borið okkur saman líka við kannski stöðvar þar sem við teljum að það séu samanburðarhæfar, annaðhvort með tilliti til aldurs eða samsetningar íbúa eða aðstæðna að öðru leyti eins og til dæmis fámennis eða langra fjarlægða. Og það svona spurningar hvernig almennt viðmótið eða framkoma starfsfólksins var og svo framvegis. Og svo var spurt hvaða eftirfarandi okkur finnst eða fólki finnst brýnast að bæta í heilsugæslunni og það eru þá bara mjög verðmætir punktar sem við getum tekið með okkur, bæði til þess að ydda hvaða forgangsröð við eigum að setja verkefnin okkar í, en líka stundum það eitthvað þar sem við þurfum kannski bara að tala skýrar, þar sem við þurfum að veita frekari upplýsingar og þetta hjálpar okkur mjög mikið. Stofnun ársins-könnunin hefur verið gerð talsvert skeið sem mælir ánægju starfsmanna og það okkur mjög verðmætt líka og gefið okkur svona heilsteypta mynd af því hvernig fólki líður og hvar skóginn kreppir og hvernig við erum samanborið við aðrar stofnanir, bæði stofnanir á landsvísu, stóra stofnanir eða jafnvel heilbrigðisstofnanir. Það sem að það á við. Og svo þriðja dæmi sem ég vildi sýna ykkur reiknilíkan í heilsugæslu. Það þannig að
Búið var til reiknilíkan fyrir heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að bæði ríkisreknar heilsugæslustöðvar og einkareknar eru mældar með sambærilegum mælistikum og þetta kerfi var svo innleitt núna áramótin á landsbyggðinni líka þar sem ekki eru einkareknar heilsugæslustöðvar, heldur bara í ríkisreknar. En samhliða þessu reiknilíkani þá mjög umfangsmikil gagnasöfnun þar sem að safnað gögnum aldur og samsetningu íbúa, hvaða sjúkdómsgreiningar eru algengar og hvaða þjónustu þörf má búast við að sé, hvað eru margir skráðir og svo framvegis. En líka ýmsir aðrir þættir það til dæmis hversu vel við stöndum okkur í að skrá BMI-stuðul, blóðþrýsting eða reykingar, hversu vel við stöndum okkur í að stunda bólusetningar fyrir bæði fólk í áhættuhópum fyrir inflúensu en líka fyrir ýmsum öðrum þáttum. Þannig að það verið að framleiða núna og upp á síðkasti hefur það aukist mjög mikið, að vera að framleiða alveg gríðarlega mikið af tölum, þar sem að lýðheilsuvísarnir eru eitt alveg glimrandi gott og glansandi dæmi. Og af hverju skipta þessar tölur máli? Jú, bara af því að þær hjálpa okkur við að taka betri ákvarðanir og betri eftirfylgni með öllu því sem við erum að fást við. Af því að ég heilsuhagfræðingur að mennta þá hef ég talsvert verið að skoða hvernig tölur, forvarnir, lýðheilsa og peningar spila saman og það hafa verið gerðar það talsvert margar rannsóknir, til dæmis bresk yfirlitsrannsókn sem ekkert svakalega gömul sem að sýndi að forvarnir væru 4-falt hagkvæmari en heilbrigðiskerfi að öðru leyti, byggt á gögnum frá Bretlandi. Og hér önnur samantektarrannsókn frá Ástralíu frá árinu 2010 sem að skoðaði ýmis verkefni í forvörnum og hagkvæmni þeirra og skoðaði 120 rúmlega rannsóknir á því sviði og bjóð svona til þessa töflu sem ég langar aðeins að sýna ykkur. Þarna eru inngrip sem að snúa að áfengisneyslu, tóbaksneyslu, næringarráðgjöf, aðgerðir til þess að minnka ofþyngd eða yfirþyngd, blóðsykurs forvarnaaðgerðir og hitt og þetta. Og við sjáum hana samantektina neðst á þessari mynd, þar sem að þeim raðað eftir því hvort að þessar aðgerðir voru góð notkun á almannafé eða ekki góð notkun á almannafé, miðað við virðið, miðað við það sem að þessar aðgerðir fengu áorkað. Og þarna til dæmis sést að þriðjungur af þessum rannsóknum sem voru skoðaðar voru mjög slæm notkun á almannafé. Það að segja, annarkvort voru svo dýrar að þær svöruðu ekki kostnaði eða jafnvel gerðar ógagn og kostuðu pening. En á sama tíma voru mjög margar forvarnaaðgerðir og mjög margar forvarnaframkvæmdir sem að voru mjög hagkvæmar og skynsamleg notkun á almannafé. Þannig að það ekki sama hvernig farið af stað og hér með aðra töflu sem ég ætla kannski bara að hoppa yfir ég get bara sýnt ykkur það að í mjög stórum gagnagrunni forvarnaaðgerðir frá Bandaríkjunum að þar sést að það eru til dæmi það að það sé betur heima setið en af stað farið. Þannig að niðurstaðan að forvarnir þar eru hagkvæmar en það ekki sama hvernig staðið að þeim og til þess að það sé hægt að gera þetta með skynsamlegum hætti, annarkvort á sviði vísinda eða bara svona í daglegum rekstri allra ríkisstofnana, sveitarfélaga og svo framvegis, að þá þarf að safna tölum til þess að geta gert þetta skynsamlega. Þannig að til þess að draga þetta saman, þá langum við að þakka fyrir lýðheilsuvísana og óska ykkur til hamingju með þetta. Virðið alveg ótrúlega mikið, þó það sé stundum dálítið ósýnilegt og svo kannski óska ég eftir því að ef ég má setja það á óskalistana, næsta skref sé kannski einhver svona gagnagátt þar sem að allar tölur eru birtar með aðgengilegum hætti, ekki bara svona það sem að þessi topp lýðheilsuvísar heldur líka þeir sem að þarf að skera út á lokametrunum til þess að koma sér niður á A4-blað. Og með þessu þakka ég kærlega fyrir mig og sendi mynd af mér í mjög verðmætri lýðheilsu aðgerð á frábærum göngustíg sem fyrir ofan bæinn á Suðureyri. Kærar þakkir fyrir þetta. Gylfi Ólafsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, að veita okkur innsýn inn í starfið ykkar og hvernig þið eru að nýta lýðheilsuvísa og önnur gögn í ykkar góða starfi.
Og kannski bara rétt einmitt eins og Gylfi er að kalla eftir svona gagnagátt að þá bara kannski enn og aftur að minna á að það, eins og hefur komið hérna fram einmitt, að það þarf að, að forgangsraða við birtingu vísa hverju sinni og þá er svona ýmis rök notuð við það, en enn og aftur þá er þarna allavega þó í mælaborðinu, minnum enn og aftur það, fleiri vísar, meðal annars virki ferðamátin og fleira og einmitt uppfargögn núna fyrir 2021, vísa 2021. Þannig að við enn og aftur bara minnum fólk á að skoða það, en bara kærar þakkir fyrir þetta. Það er komið að lokum fundarins hjá okkur í dag og við væntanlega verðum á Vestfjörðunum á Vesturlandi á næsta ári. Við þökkum ykkur sem áttu þess kost að fylgjast með útsendingunni og takk Alma, Gylfi, Dóra og Sigríður fyrir ykkar framlag. Allar upplýsingar lýðheilsuvísa og upptaka frá þessum fundi verður aðgengileg á vef embættisins landlæknir.is og einnig á fésbókarsíðu embættisins. Þannig að þá segjum við bara takk í dag.